ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama-dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Orri Freyr Hjaltalín. Orri, lokaleikur sumarsins hérna á heimavelli á morgun. Tökum við á móti Leikni. Hvernig leggst þið í? Heyrðu, hann leggst bara vel í mig. Þarna. Ég hugsa að við endum tímabilið vel hérna heimavelli og náum í þessi stig sem við erum í boði. Við unnum í fyrirumferðinni á Leiknisvelli, þannig að við ættum að geta það. Já, þeir hafa verið á flottu skriði núna undanfarið og meðan kannski við höfum ekki verið að spila okkar besta leik. En þetta er okkar síðasta tækifæri að snúa sig á heimavelli og við erum staðráðin í að gera það. Við gengum ekki alveg á öllum í síðustu tveimur leikjum, því miður. Nei, þetta hefur verið svona, frekar dapur kafli hjá okkur núna nokkru leikir í röð og menn eru hundóðunað með það og vilja endilega rífa sig í gang. Orri, þessi leikur er nú markað svolítið tímamót í sögu Þórs og sögu Orra Hjaltalín. Þú ert að fara að leika þinn síðasta leik á Þórsvelli. Allan í bíli ekki nema að koma á pólumótingi til þess seinna. Já, þetta verður minn síðasti leikur á Þórsvellinum og það eru svona pínu blendnar tilfinningar með það. Það verður mikil eftirsjá að sjá ekki fulla stúku hérna og taka þátt í þessum viðburðum sem hafa verið hérna. Orri, þú átt nú þrátt fyrir að vera ennþá ungur að árum, áttu langan og farsalan feril að baki. Þú á morgun ert að fara að leika þinn 350. leik eða eitthvað í meistaraflokki. Manstu hvernig fyrsti meistaraflokksleikurinn var? Já, hann var 1996 móti Völsung á Akureyravelli. Manstu hvernig það fór? Við unnum 2-0. Ég held ég verið að rekka dóni, við unnum ábygglega 4-1. Já, 4-1. Já, það getur vel verið 4-1, já, það getur passa. En í sama leik þá kom annar úlingur inn á sama tíma, eða á svipuðum tíma, hann Ingi Hrannar Heimisson. Þannig að þetta hefur verið stór dagur fyrir ykkur þá jafnaldarana. Já, við fengum hann þetta ár, þá voru nokkri svona tilgangslausir leikir eftir og við fengum aðeins að spreyta okkur í þeim ungu guttarnir. Þeir voru ekki tilgangslausir fyrir ykkur, þarna fengu þeir reynslu, fyrstu reynsluna. Já, þetta er náttúrulega frábært tæki fyrir okkur og gaman að koma inn í meistaraflokkinn á sínu tíma. Þannig þú ert að skila löngu starfið, þú ert búin að vera að spila í annarri deild og fyrstu deild og efstu deild og ég veit ekki, og guðum að vita hvað, þú spila leiki með meistaraflokki kalla í körfubolta og unni til verðlauna í frjálsum íþróttum, búin að koma víða á ferlinum. Já, maður var bara svona einn af þessum guttu sem svona fekk að prófa allt sem krakki og það hefur aldrei vaxið almennilega af manni. Maður er ennþá svona, vill vera út allt og í öllu og ég er bara mjög sáttur við minn feril í öllum sem greinum gegnum tíðina og engin eftirsjá eftir neinu. Hvað tekur við hjá Orra sem fótboltamanni? Þú þarft að koma og taka og vinna þessar polladildir eða ekki hérna á næstu árum? Það er aldrei að vita en það verður allan ekki í bráð. Nú verður tekið sér bara held ég gott fótboltafrí og aðrir hluti vera settir í forgang. Og þú ert að fara að flytja aftur til Grindavíkur? Já, ég fer bara strax eftir leik á morgun og fer svo bara á sjóinn strax í október, þannig að það er svona kaflaskil í lífinu. Og við viljum fá fullt af fólki á leikinu morgun, í hamborgar og kók hérna fyrir leik og svo bara helst fylla stúkuna og hverja kallið við stæl. Já, annað væri náttúrulega bara skandall að vera ekki full stúka, sko, en nei, bara án gríns, þá er bara endilega flikkast á völlin og þá lofa ég 3 stigum. Það er bara þannig, 3 stig í hús. Já, ég meina þetta er, sem ég sagði áðan, búið að vera dapurt undanfærið og við erum staðráðnir í að enda þetta tímabil vel. Og 2 leikir eftir og annar leikurinn á morgun og við ætlum að vinna hann. Orri, ég segi bara takk fyrir skemmtuna, þína innanvallar sem utanvallar, gangi vel í framtíðinni. Já, takk fyrir það.